Ja, Brynjar 1-0 sigur í toppbaráttunni í dag. Þú getur ekki annað sáttur. Mjög sáttur, mjög sáttur. Þetta var alveg bara, þetta var bara eins fallegt og getur orðið, 1-0. Sáttu með spilamennsku þína manna í dag? Já, mjög, menn börðust bara alveg fyrir hvern annan eins og vitlausir menn og völlurinn bauð svo sem ekkert upp á einhvern glans fótbolta. En ég held við höfum ekki verið í betra veðri hérna á Eskifirði. Smá blautur völlur, logn. Þetta var bara klassa fótboltaður. Frábær aðstæðan eins og segir, en Víkingar skapa sér ekki mikið af færum. Þú hlýtur að sáttu með varnarleik þína mann í dag. Já, mjög miðað við það að þeir sem hafa, þessi þrír sem hafa sinnt hafsendstöðunum, þeir voru ekki með í dag. Þannig að ég get ekki annað en verið himinlifandi. Menn mæta bara þarna og spila bara eins og þeir aldrei gert neitt annað. Andri og Bjarni. Þannig að mjög sáttur og náttúrulega halda markinu hreinu. Það er náttúrulega bara gríðarlega sterkt og ég veit ekki, maður er bara í skíunum, það er bara þannig. Við veljum Bjarni Mark sem mann leiksins, þetta er sammála fyrir því? Já, hann var mjög sterkur þarna og sérstaklega í loftinu. Þetta var náttúrulega, þú veist, mikið af löngum boltum og svona þetta. Og hann náttúrulega tók bara held ég hann hafi ekki tapað skallabolt í leiknum. Það var bara þannig og svo bara gaman að sjá. Liðið var rosalega þétt og menn voru nálagt. Þú veist, hvor öðrum þú veist, boltin var að spýta, stinga og þanga. Þannig að þetta var bara, já, eins og ég segi, ég er í skíunum. Þessi drengir, þeir geta þetta alveg. Sammála því, en ætla Fjarðabyggð að styrkja sig eitthvað í glugganum? Ég veit það bara ekki, ég hef ekki hugsað svo langt. Ætlum við styrkjum okkur ekki bara í lyftingasalnum. Ég held að það sé eina styrkingi sem við getum sótt. Nei, ég meina, við erum að spila núna með marga mitta og við erum að vinna. Þannig að ég treysti bara þeim mönnum sem eru hérna. Og það eru allir sem að fá tækifæri og það er öllum treyst. Þannig að ég sé kannski ekki alveg jú, auðvitað náttúrulega væri gaman að ef stjórnin myndi koma með einhvern hérna bara í poka á mánudaginn, þá var ég mjög sáttur. En ég efast að það sé eitthvað að fara að gerast. En það eru þetta eins og sér, strákarnir sem voru að koma inn á í dag. Víkingur kom ekki inn á, átti frábæra leik á móti HK. Þannig að þú veist, þetta er svolítið púsluspil og eins og ég segi, það eru mennir að detta út líka þrátt fyrir að hafa spilað vel. Þetta er svona smá púsluspil, maður er að finna réttu blöndina í ákveðna leiki og undir ákveðnum kringumstæðum. Þannig að ég veit það ekki, við þurfum nokkuð. Ætlar þú ekki að koma yfir það? Það getur bara vel verið, en þakka þér fyrir þetta, Vinni.